Já, Einar Kárason, vertu velkominn. Þú gefur bók sem heitir hvorki meira en Passíusálmarnir. Þetta er dálítið djarft nafn á bók. Já, já, en hefur reynst vel. Já. Þú ert að skrifa sko framaldi eða þú ert að skrifa svona á við bók sem að þú gafst úr 2003 og hét Stormur og fjallaði já, eiginlega svona lygilegan karakter. Já, já. Og og karakter sem ég hafði gífurlega gaman af að skrifa þá og sakna alltaf dálítið, eitthvað sem ég fannst vera svo margt ósagt. Það væri svo miklir möguleikar með hann. Hann hafði þá stundum það að orði og gerir enn svona hluti sem er kannski óþarf að vera að fara út í smáatriðum. Ég ætla ekki að fara út í þá Passíusálma hér. Já. Svoleiðis að sko Passíusálmar, þeir voru alveg eftir. En sko þetta svona, já, ef við rifjum aðeins upp Storm, þá bjó hann mestapart í Danmörku og þetta var sko mjög brokkgengur einstaklingur, má segja. Já, já, hann eins og margir menn hefur sína kosti og sína galla. Hans stóri hæfileiki að sjá yfirleitt svona sína hlið á málunum og átta sig á því ef eitthvað klikkar, þá það vitleysingarnir í kringum hann sem hafa klúrað málum. Og þetta mjög svona skemmtilegt sjónarhorn ef maður er að lýsa einhvern hlutum. En eins vegar þá verður þetta, ég held að svona sjónarmið, þú veist, maður sem sko telur sig alltaf hafa rétt fyrir sér og getur snúið öllu, það sama hvað atburðarás það sér í hag einhvern veginn, að hún getur orðið þreytandi í stórum skömmtum. Svoleiðis ég fann upp á því þá að skipta alltaf sjónarhorn. Já. Það eru nokkrir karakterar sem að segja söguna og ég held því hérna. En nú sem sagt Stormur að svara fyrir sig. Sko, til að þetta hefst þannig að hann í rauninni fyrir að leiðrétta alls konar bull sem þarna segja söguna eins og hún gerðist í raun og veru. Þetta til dæmis, það löng frásögn æsku hans og uppruna í bókinni Stormur. En hann bendir á að hann hafi aldrei þekkt þetta fólk sem það sagt frá. Hann kannast ekki við þetta. Hann segir frá allt öðru fólki sem voru foreldrar hans og amma hans í Ameríku og svo framvegis. Svo náttúrulega lendir hann í nýjum ævintýrum. Hann svona annars vegar þá hann óheppinn með það að menn svona svindla á honum og hlunnfara dálítið í gegnum lífið og standa ekki við það sem þeir höfðu lofað og klúðra ýmsu. En á móti kemur að hann nokkuð svona séður sjálfur að finna sér leiðir til þess að sleppa sæmilega þægilega frá lífinu. En þú verður eiginlega sko sjálfur svo persóna í bókinni því höfundurinn hann sko leiðrétta rangfærslurnar í þér, þannig að þú ert orðin karakter í bók. Ég orðin karakter í bókinni, hann gefur nú ekki rosalega mikið fyrir hann að gæja. Nei. En við förum saman mjög eftirminnilega ferð til Fargo í Norður Dakota í Bandaríkjunum sem að Coen bræður gerði kvikmyndu og svo endar þetta nú með því að við sitjum í mikilli sátt í hans konungsríki út í hans blokk í Danmörku og sitjum á sölunum og gerum upp málin. Er raunveruleg fyrirmynd að þessum manni? Það sjálfsög raunveruleg fyrirmynd að þessu manni eins og öllum öðrum, en það náttúrulega mjög hættulegt fyrir höfunda að taka þátt í þessu leik fyrirmyndirnar. Já, en sko þetta náttúrulega að þú ert að leika þér dálítið mikið með svona skáldskapar, sko sjónarhornin í skáldskapnum, því að hann ekki bara þarna einn, heldur líka konan hans og vinir og alls konar persónur sem eru kallaðar til að svona bera vitni. Jú, og svo þetta náttúrulega þetta að sum sé sko hann hefur lesið Storm og í rauninni kvikna allar hans hugmyndir út frá því. Ég hef lengi dáðst að þessari aðferð sem að margir halda að sé svona dálítið nýleg og módernísk, en fínasta útgáfan af þessu sem ég man eftir úr heimsbókmenntunum, það Don Quixote sem sé þessi fyrsta skáldsagan í sögunni. Að þar sem sagt höfundurinn eða sá sem segir frá, hann hefur fundið eitthvað handrit og hann svona að segja hvað gerist og hann oft svona að tala við það og hann bara að leiðrétta það og hann að útskýra hvernig stóð á því að það alls konar vitleysur í því og svona. Og mig hefur alltaf langað til þess
að vinna dálítið á þessu nótum og nú er ég að gera það. Koma svona sjálfur vera inn í bókinni einhvern veginn sem svona Já, og svona ræða dálítið við söguefnið og jafnvel láta það svona kallast á við mig sem sögumann og höfund. En það ertu í samtímanum, þú ert búin að kveðja íslenska miðöldir í bili sem þú svo mikið verið að skrifa um Sturlungaöldina. Já, ég var þar í 4 bókum og það var gaman að koma svona í okkar veruleika á ný. Okkar samtíma.